Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum mættir hérna í Sjávarútvegspjall. Með mér í dag eru tveir gestir, Þórólfur Dagsson, handfærakall eða færakall og Gísli Gíslason sem er starfsmaður vottunar, hvað á maður að segja, vottunarstöð eða stöðvar eða vottunarsamtaka. Og ég ætla að byrja á því, Gísli, að náttúrulega þú ert Norðfirðingur og þú hefur verið eitthvað til sjó sem ungur maður. Jú. Og kannski eitthvað lengur, ég veit það ekki. En segð okkur í grófum dráttum og stórum dráttum hvað eru vottunarstofur að gera fyrir íslenska sjávarútveg? Já, ég vil þá byrja á því að þakka kærlega fyrir að fá þann heiður að vera hérna með okkur í dag og segja aðeins frá Managed Stewardship Council eða MSC eins og það er skammstafað. Já. MSC var til á 10. áratug síðust aldar. Það sem gerðist þá var að þorskstofninn í Grandbanks og við Nýfundnaland hrundi og það svo sem sýndi manni að það sem aldrei hefur gerst getur gerst og þetta vakti mikla heimsathygli vegna þess að þetta var mjög mikilvægar veiðar. Þær voru það byrjum tvöfalt á við okkar veiðar í dag. Þetta voru svona frá 0,5 milljón tonn til 1 milljón tonn af þorski sem var landað í Kanada á þessum árum. Og þetta hvarf. Og þá 1991. Já, 91 sko. Og svona upp úr því verður kemur þessi umræða og þá kemur umræða hjá umhverfissamtökunum að þau fara að mótmæla fyrir þetta súpermarkaði, hættum að bara fisk. Já. Iðnaðurinn segir við umhverfissamtökum, við getum það ekki vegna þess að það eru 3 milljarðar af fólki sem er háð fiski sem próteinauðlind og sem fæða, sko. Já, sem próteingjafa og sem matur. Já. Og þá segir umhverfissamtökin, já, en það eru margir stofnar á veitir og greinin segir það eru margir stofnar velnýttir og þá gerist það sem ég held að sé tiltölulega einstakt að stór alþjóðleg umhverfissamtök og stór iðnaður, semst það var Unilever sem var eitt stærsti kaupandi þá frá Kanada sem átti vörumerki eins og Birdseye og fleira. Unilever átti til ennþá sem stórt alþjóðlegt fyrirtæki en þeir eru ekki svo mikið í fiski, þeir framleiða sjampó og sósujafnar og ýmislegt sko. En þeir gerðu samning við World Wildlife Fund for Nature, WWF. Já, það er að segja umhverfissamtök. Það eru umhverfissamtök, já, og með þessi með pandamerkjun í, að þau ætla að vera sammála um það að búa til aðferð sem skilgreindi hvað eru sjálfbæra fiskveiðar. Já. Og það er náttúrulega nokkuð einstakt ef við það minnum tilbaka í hvalveiðar, þar sem umhverfissamtök vildu banna allar hvalveiðar og iðnaðurinn halda því áfram að þarna urðu þessu ólíku hópar sammála sameiginlegt markmið. Varðandi bara þorskveiðar til að byrja með. Nei, varðandi fiskveiðar í heimsögunum og hugmyndafræðin þá er að þú býr til einhverja mælaðferð til þess að mæla hvað eru sjálfbæra veiðar og þú afhendir þá á markaðinn og ef markaðurinn kalla frekar eftir sjálfbæra veiðum þá er hugmyndafræðin á bakvið þetta allt saman að markaðurinn leiði til þess að öll heimsögun verði sjálfbær nýtt í framtíðinni og útkoman verður rauninni svo að eftir nokkrar vinnu verður til staðall, Managed Stewardship Council og sem sagt MSC stofnað sem samtök, ekki bara sem eitthvað apparat sem þessi tvö eru að reka og formleg stofnun MSC 1997 og nafnið á rauninni sína formynd úr FSC, Forestry Stewardship Council, sem er þá samtök fyrir sjálfbæra skógannytjar og við getum séð FSC-merkið á til þessu öllum mjólkurferðum á Íslandi í dag sem segir það að pappírinn í mjólkurferðum á uppruna sjálfbærum skógannytjum, ekki ofnýttum skógum. Og þetta byrjar mjög hægt í upphafi. Það er mikil skepsis út í MSC sagt að umhverfissamtök ráða og miklu þarna og allt svoleiðis sko og þetta hefur svona hæga byrjum við og 2004 tekur við Rupert Hauf sem er núverandi forstjóri MSC og kerfið hefur vaxið mjög stöðugt síðan.
Grundvöllurinn í þessu í kerfinu okkar það eru 2 staðlar og umhverfismerki. Við sjáum hérna umhverfismerki hérna og hérna. Þetta það þannig að ef fiskveiðar eru vottaðar, samkvæmt MSC-staðli, og svo öll fyrirtæki í birgjakeðjunni með Reykjavík-vottun, samkvæmt MSC-staðli, þá getur sá sem býr til neytendavöruna ákveða það að setja þetta merki á neytendavöruna og tala þannig til neytenda út í heimi að þetta séu vistvænar veiðar. Já, þetta í uppruna í sjálfbærum vistvænum veiðum, sko. Já. Og hérna, sjálfbærum vottuðum veiðum. Og hérna, vottunin sjálf þá, sem staðallinn sjálfur, hann byggir á alþjóðlegum kröfum, hann byggir á kröfum frá FAO, Matvæla- og landbúnaðarsamtökum hérna Sameinuðu þjóðanna, hann byggir á kröfum frá ISIL sem alþjóðleg samtök vottunarstaðla og byggir á ISO-kröfum og annað. Og þannig var staðallinn til og þannig hann endurnýjaður og endurskoðaður á 5 ára fresti í samræmi við þessar kröfur. En ef við verðum stattir í einhverju landi og það engar fiskveiðar vottaðar þar, og greinin finnur að það þörf fyrir að fá vottun, þá þarf einhver aðila að taka að sér að ráða vottunarstofu til að votta á móti staðlinum, fiskveiðarnar. Það ekki MSC sem vottar, heldur það hérna, það faggilt vottunarstofa sem verður að hafa til þess faggilt leyfi. Hún verður að ráða til sín þartilgerða sérfræðinga sem hafa öðlast þartilgerð réttindi til að taka út samkvæmt staðlinum. Og þegar þá búið ákveða nú að votta þessar veiðar, fiskveiðar, þá fer í gang ferill sem svona eiginlega eins konar umhverfismat. Það auglýst að nú þessar veiðar að fara í vottun og vottunarstofan metur þá hérna lauslega hvernig þetta lítur út og gefur út það sem kallum tilkynningaskýrslu eða semst announcement comment draft report og þar segjum við ekki setja þetta í vottunarferil og okkur sýnist þetta standast og þegar þessi skýrsla þá og þeir auglýsa þá eftir hagsmunaaðilar sem vilja taka þátt í þessu vottunarferli og hafa skoðun á því sko. Það geta verið umhverfissamtök annar sjávarútvegur og þess áttar. Þegar tilkynningaskýrslan búið þá gefur vottunarstofan gerir hérna heimsókn í viðkomandi landi og tala við yfirvöld og vísindastofnanir og hérna eftirlitsstofnanir þess áttar og þegar það allt saman búið þá birt hérna draugaskýrslu og þá skýrsla niðurstöðurnar kynntar og það opið í 1 mánuð til umsagnar hjá þeim sem hérna vilja hafa því skoðun. Vilja hafa skoðun. Já, og hafa þá skoðun í samræmi við staðalinn. Og svo koma þá inn athugasemdir og þá unnið úr þeim og vottunarstofan ákveður hvort hún ætlar áfram að votta þetta eða ekki. En ef hún ætlar að votta þetta áfram, þá birtir hún út lokaskýrslu sem opin í 3 vikur og þá geta menn ekki lengur gert athugasemdir en ef menn eru djúpt ósammála niðurstöðunni, þá geta menn áfrýjað henni til þar til gerðs oddamanns í kerfinu. En það oddamaður sem í kerfinu partur af MSC. Já, það oddamaður sem að sko hérna, það ákveðin hópar mönnum sem eru oddamenn sem hérna sem eru þá hérna já þeirra ráðinni til að sé sem oddamenn og semst í samráði við vottunarstofunar. Þetta independent adjudicator og hérna en semst ef svo veiðarnar eru vottaðar að þá ef öll fyrirtæki í aðfangakeðinu hafa Reykjavík-vottun þá hérna þá getur á endanum sá sem býr til neytendavöruna sótt og gert markaðssamning við MSC að nota logoið. En varðandi innihald í staðlinu sem kannski líka mikilvægt þá eru 28 mælikvarðar sem að vottunarstofa mælir 28 mælikvarðar sem mæla frá 0 til 100 og allir mælikvarðarnir verða ná 60 sem lágmarksskori til þess að standast og meðaltalsskori verður ná 80.
Og ef að eitthvað skora og svo við förum nú í það, Gísli, að þá það, átt að tala 80, þetta á skallanum 1-10 eða eitthvað þess áttar? Já, það er 0-100 sko. Já, 0-100 og þarf að ná 80. Já, að meðaltali. Að meðaltali til að þú getur sagt að sé vottorð. Að það sé vottorð. Það er ekki 60. Með 60, það verður alltaf skorað yfir 60 og meðaltal verður 80 og það sem skorað millir 60 og 80 þá hefur það apparat sem hefur tekið að sér að vera umsækjandi af MSC-vottunni, það skuldbindur sig að því að vinna að úrbótum þannig að það nái 80 á 5 ára tímabili. Á 5 ára tímabili. Já, þannig að þegar að þú ert á fyrsta ári bara í 60 að þá hefur 5 ár til að komast upp í 80. Já, og svo getur það framlengst stundum í 10 ára en ekki lengur, en ef þú sýnir fram á að það er vinna í gangi, það þurfa aðeins meira, þurfa að safna aðeins meiri upplýsingum eða meiri rannsóknum. Betri frágangur eða betri vitneskja eða eitthvað þess. Og það er fyrir vottunarstofunni rök fyrir því að þessi vinna er í gangi, þá er þetta oft framlengt til 10 ára. En í þessu kerfi eru staðfestar í okkar kerfi yfir 2000 umbætur sko, síðan MSC var stofnað, sko, þar sem skorið breytist. En áfram, ef við skoðum aðeins, þá meira þess að 28 mælikvarða, þeir skiptast í þrjú prinsip. Það er prinsip 1, það eru 7 mælikvarðar. Og í prinsip 1, það er stofnin og fiskveiðarnar sjálfar og þar er þá ein vottunareining sem eru allar veiðarnar á móti einu stofni. Svo prinsip 2, þar eru fleiri vottunareiningar yfirleitt vegna þess að þar er þá stjórnkerfið og veiðafærið og hafsvæði. Sko. Þannig að þá er prinsip 2 umhverfisáhrif veiðanna, þannig að þú getur ekki veitt einhverja tegund sjálfbært og svo drepur þá kannski út úr einhverju aukaafla. Og í prinsip 2 þá sem er þá umhverfisáhrif veiðanna, þar er meðafli sem skiptist í 3 gerðar meðafla, það er aðalmeðafli, sem að þú ert að veiða þorsk og farið ísu, þá er það aðalmeðafli. Svo getur það verið ETP tegundir, það er tegundir sem eru á einhverjum rauðlistum og svo getur það verið sem er hvorki aðalmeðafli eða ETP, sem að þú ert að veiða fá sel eða hval eða eitthvað svona sem er ekki á neinum listum. Og prinsipið á bakvið allar þessar meðafla prinsip er raunin það sama, að þú getur sýnt fram á að þessi stofnar sem þú ert að fá að meðafla, þær viðhaldi sér. Þú ert ekki að drepa það niður og ef þeir eru lélegir, þá þarfst að geta sýnt fram á að veiðarnar hindri ekki uppvöxt stofnana. Já, sem sagt að þú sért ekki að halda stofninum í kyrrstöðu eða minkan. Þú sért, hann sé að bæta við sig. Já, hann getur verið í kyrrstöðu ef hann er í góðu lagi, sko. En ef hann er lítill, þá áttu ekki að hindra uppvöxtin, sko. Nei. Og svo er þá tvennt annað í prinsip 2 málunum sem ég hygg að þið hafi áhuga á. Það er það er samt habitat, það er botnáhrif veiðarfæranna. Og svo er það þriðja sem er þá ekosystem eða sem heildarumhverfi veiðanna. Og svo er þá prinsip 3 sem mælir þá stjórnkerfið, hvernig það styður við prinsip 1 og 2. Og það er alltaf gaman að segja frá því að Ísland eftir mjög erfiða byrjun og sjávarútvegur var mjög skeptískur út í MSC að þá hefur Ísland verið mikið forysturíki í fiskveiðivottunum fyrir sjálfbærni hér á landi. Jú, en þá kannski stoppa maður við. Þegar við erum að auka alltaf afla okkar, veiddan afla hlutfallslega af heildarmagni sem við veiðum, ekki með staðbundum veiðarfærum, þar að segja línu, netum eða krókum, heldur erum við að taka það í troll sem hefur áhrif á botnin og lífríki á botninum. Fyrir svo utan það að ég er hérna með skýrslu þar sem sýnir fram á allt upp í 56% af fiskum sem eru fyrir framan opið á trollinu lenda undir í vestu tilfellunum þegar árgangarnir 56% af yngstu árgangunum fara undir trollið, undir bobbingalengjurnar. Ég myndi bara ráðleggja rauninni
það ein vottunarstof sem vinnur hér á Íslandi fyrir umsækjendur. Umsækjendin hér á landi er Icelandic Sustainable Fishery ESF. Já. Ég myndi ráðleggja að fara með þessar upplýsingar í vottunarstofuna. Það er auglýst þegar næsta árs. Já, sko, þessi rannsóknarskýrsla sem ég er með hérna undir höndum, hún er unnin af norskri Hafrannsóknastofnun, íslensku Hafrannsóknastofnunni og Nýfundnalands Hafrannsóknastofnun. Og þetta er dálítið svakalegt finnst manni þegar að vera að tala umhverfis, og við vitum að umhverfisþátturinn hefur töluvert mikið að segja meðal annars hvernig okkur gengur að byggja upp fiskistofna á Íslandi. Við erum sennilega búin að eyðileggja loðnuna að stórun hluta, og hún gæti tekið mörg ára að ná sér og strika aftur ef hún gerir það þá, sem maður veit ekki en vonandi. En það er, og veita skoðunarstofar, góðkenna þau þetta. Sko, þorskveiðar hér í Ísland eftir öllum veiðafærum hafa hlotið vottun og það er það metið líka habitat áhrif á botntrolli. Það fá allir togarar MSC. Já, það hefur verið vottað hér á land og verið vottað í Barentshafi líka og það er þá fyrir gegnum kröfunar, habitatkröfunar gera svona 2 grundvallar kröfur, að þú átt að meta hvar er togað, og er þetta náttúrulega að spyrja meðafl og allt það, en hvað var þetta habitat og snertingu við botninn, að þá ekki þá skiptist í 2 habitat, það sést annars vegar habitat sem er til dæmis auðvelt að ná sér ef þú hættir að trolla þar, til dæmis ef þú ert að trolla sandi og það sem kemur þá þar eða svona mjúkdýr í staðinn, og svo hins vegar þá í svæði það sem eru kórallar og hraun sem þú ert að brjóta niður og feitt úr. En allavega meða við allar þar upplýsingar sem að vottunarstofan hafa fengið frá Hafró og stjórnvöldum, að þá eru botntrolsveiðar MSC-vottar hér á landi. En það er til dæmis eitt sem að maður furðar sig á, að þær skuli leggja blessun sína yfir, og jafnvel eins og þetta hefur verið að þróast á síðustu árum, erum við að fara með stærri og þyngri skip með meiri vélarkraft, grinnra á veiðisvæðin, að opna fyrir skip nær landi. Þetta er alltaf pólitík stjórnuna og varðandi vistkerfi og þess áttar, en allavega sko tógveiðar standast, það er náttúrulega hluta P1 sko, að hluta á heildarveiðin og umhverfis sem að þeirra á P2 hefur líka staðist, en ég veit að fiskveiðiklæðin hér hefur unnið töluvera vinnu með greininu og annað við að kortleggja svæði, og ég veit til dæmis á Grænlandi, það sem að botntrolsveiðar eru grundvöllur á bæði rækjuveiðunum og grálúðuveiðunum þeirra, að út af MSC þá hafa þeir kostað mjög miklu til við að mynda niður og skilja hvað habitat er og vera að loka svæðum það kortleggja grunni. Bara allt grunnið og dýpið og öll fiskimið innan þeirra 200 milna. Og ég held að einmitt þetta hjálpi umhverfismálum í sjávarútvegi vegna þess að það markaðseftirspurn eftir þessu. Og þetta gefur mönnum aðgang á markað, og menn eru kannski með skor með 60-80 og þurfa að bæta sig og vilja halda þessu. Er í einhverju tilfellum hægt að segja að við séum að gera þetta með röngum hætti? Eða erum við að falsa raunni, eða með því að veita þeim vottun, erum við þá að plata kerfið? Er þetta á fölskum forsendum? Já, við viljum meina að staðlatar okkar byggðir á alþjóðlegum kröfum meðal annars frá FAO. Jú, en Gísli, sko,
staðlarnir eru svona, en eru við að fara eftir stöðlunum með trollin og á öllum þeim veiðisvæðum sem við erum að nýta tófvegar. Ég vil dæmis haldi það að það ætti nánast allstaðar hringinn í kringu landið að ýta tórunum utar. Hleypa þeim ekki upp á 3-4 mílur, eins og víða gert. Ég held að það sé bara nokkuð ljóst líka bara eftir heimildamyndina, sérstaklega þegar það verið að tala grunnið, að tala sérstaklega það að það þurfa að verja grunnið. Og ég sendi á MSC á sínu tíma þegar þessi breyting var gerð, að sem sagt hleypa 29 metra tórun minn fyrir. Og það var einmitt sama svari sem ég fekk, að tófvegar væru vottaðar. Ég held bara að það þurfi, menn þurfa svolítið að kannski endurskoða þetta bara í ljósi þessara myndar. Náttúrulega, manst nú þegar þessi Spirisi kom út þarna, hún var nú svona svolítið öfgafull, en fólk bara hætti að kaupa fisk í hrönnum, þannig að, og það traustið á vottanirnar, það hefur sem sagt, það hefur orðið fyrir nekkjum, Fólk, einmitt, það var breskur blaðamari, man ekki hvað hann hét, og hann var spurður að því, geturðu treyst í að fiskurinn sem að þú ert að kaupa út í búð, að hann sé umhverfisvænt veiddur? Og hann sagði bara, það bara engin leið fyrir að gera það, því að vottunaraðilarnir eru orðnir svolítið svona fjárhagslega, sem sagt, tengdir inn í þetta og ég veit ekki, ég bara að segja eins og ég búinn að vera að fylgjast með, bara á mínum dýptarmælir, ég er með rosalega flottan dýptarmæli fjölgæslamælir sem notaður til þess að kortleggja botn og ég sé bara breytinguna þegar þeir eru að toga upp á eldiðasvæði, þetta er uppeldisstöð Ufsa og ég minntist einmitt á það í sem sagt í þessari fyrirspurn sem ég sendi á sínu tíma og þetta það eru 25 metrar þarna niður og í sumum tilfellum alveg 10 metrar og þarna við förum ekki einu sinni upp þarna með færin og maður sér það bara, maður sér breytingur á botninum maður sér líka bara eins og í kantinum sem við höfum verið, þú veist, sér hver smásteinn og það þarf ekki að vera meira en þetta skilur það er lífríki í kringum hann og maður sér þetta oft þegar maður er að sigla og maður sér kannski að það eru einhverjar litlar hólar eða hæðir eða steinar og svona svo kemur trollið bara og þú veist, annarkvort sópar þessu eða ryður þessu til og þetta lífríki sem er í kringum þessar litlu steina skilur, það getur skipt svo gríðarlega miklu máli og sérstaklega líka bara eins og þarna á eldiðasvæðinu og maður er eiginlega bara svolítið hugsi yfir því eins og þú veist, ég var á línu í vetur og þú veist, við þurftum bara eiginlega að kalla á það að trolluði gefi línuna okkur en svo er maður að heyra það eins og svæðið sem ég nefndi einmitt líka það svæðið sem hann Kristján hérna á sínum tíma opnaði þarna fyrir utan Sandgerði þar sem hefur verið að toga á sandinum bara eftir hrygningu og þeir segja það strákarnir sem eru þar borða, þú veist, tógvérarnir og trollið það er bara loðið að hrognum og menn segja, já, þetta skiptir engu máli og þorskurinn hrygnur upp í sjó og svona en málið er náttúrulega þegar seiðin er að klekjast út eða búin að plægja bara botnin skilur það sem að fiskurinn, þú veist ekki fella niður og þá er náttúrulega lítið skjól fyrir fiskinn á svæðinu fyrir utan Sandgerði er að hrygna þarna oft í maí bara Já, hann er ekki búinn núna. Nei. Þetta er allt einhvern veginn seinna á ferðinni, Og hann er að hrygna alveg jafnvel fram í júní og svo kemur síld og hrygnir þetta líka. Já. Á vorin eða á sumrin. Sandsílið og trönusílið inn í Faxaflóanum, og það er búið að opna það líka fyrir. En frá því, hvað ef að... Skjóta aðeins inn í og bara takk, þetta er mjög áhugavert að heyra. En þetta er náttúrulega þá... ef ykkur finnst vottunarstofan ekki meta þetta rétt, þá vil ég hvetja ykkur að setja ykkur samband við vottunarstofana hérna Global Trust sem að gera þetta varðandi hvort að staðlarnir séu nógu strangir eða ekki nógu strangir þá er það alltaf mjög valid spurning en eins og staðan er núna þá er langt yfir 90% af öllum veiðum með eitt eða fleiri skilyrði. Það er eiginlega sárafáar fiskveiðar sem skora allt yfir 80. Þannig að okkar umbjóðendur sem eru þá okkar fiskveiði klæjentar, þeir kvenka sér yfir að kröfum sem erðar. Fiskveiði sjómenn og skipstjórar á íslenskum útgerðum
eru að stunda veiðar sem standast kröfur. Algjörlega, sko. Já. Og sko, á Íslandi það þannig. Kröfurnar sem þið sem settar í staðlinu. Gerir. Já, en á Íslandi það þannig að fyrir árið, síðast almanaksár, þá tók ég saman landanir frá Hagstofunni. Já. Og mér sýndist, ef við tökum út fyrir sviga þessar alþjóðlegu veiðar okkar á norsk-íslensku síldinni, á kolmunanum, á makrílnum, við tökum það bara út fyrir sviga. Og norsk-íslensku síldinni, væntanlega. Þá svona 98% af löndum afla í fyrra verið MSC. Þegar loðnuveiðin eru MSC-vottar, þá verður þetta kannski fyrir upp í 99%, sko. En þessar veiðar sem eru ekki vottaðar hérna, eru þessar stærstu stóru fiskveiðar sem eru kannski mest ábætusömu veiðarnar, og það einmitt út af því að þær standast ekki prinsip 1, að það eru 7 þjóðir sem veiða þessa fiskstofna, alla 3. Það eru 7 þjóðir sem eru sammála hvað þeir veiða. Það eru 7 þjóðir sem komast ekki saman hvernig það skipta aflanum, og það eru 7 þjóðir sem kvótanum á milli þjóðana. Já, kvótanum á milli þjóða, og það eru 7 þjóðir sem setja sinni eigin kvóta. Og þegar maður leggur saman þá heildarafl frá öllum þjóðum, þá verður of mikil veiði með ráðlegan afla sem þau eru sammálum. Reyndar má segja, Gísli, sko, að við erum í sérstöðu þarna því þeir eru að skipta með sér dálítið kvótanum, sko, Norðmenn, Rússar, Evrópusambandið og náttúrulega Norðurlanda eða Evrópusambandið, og svo Færeyingarnir sem eru sér. Já, sko, í makríl hefur verið nýverið að gera samningur milli Breta og Norðmann og Færeyinga. Já. En það bara 3 lönd og 7, þannig að það breytir ekki heildarmyndin. Nei. Og í norsk-íslensku var eitthvað 2-3 landa samkomulag, en vandamáli eftir þessum áður það sami. Ég held að Rússarnir séu ekki hluta neinu samkomulagi í þessu, sko. Nei, ég tók fyrir 20 og eitthvað árum síðan, þá tók ég þátt í samningaviðræðum norsk-íslenska síld í síldarsmugunni. Já. Í sameiginlegu svona verkefni, og þá var, sko, Evrópusambandi var með samningamenn, Norðmenn voru með samningamenn, Rússar voru með samninganefnd og Færeyingar voru með samninganefnd. En ESB löndin, Holland, Bretland þá inni, og þá voru þeir allir saman, Danir og Svíjar. Ég man ekki hvort Svíjarnir voru með, ég held að hafi nú ekki verið þá. Þeir komnir inn í Evrópusambandi. En Danir og Evrópusambandi, sko. Svo voru Færeyingarnir fyrir utan, Norðmenn, við og Rússar. Og við vorum að semja veiðar á norsk-íslenskri síld í síldarsmugunni. Og við þóttustum vera rosalegi sigurvegarar, við jukum í samningunum okkar hlutum 2-3%. Var þetta 1990 eitthvað? Þetta 99 eða 2000. Einmitt. En það sem sorglegt í þessu, þessi 7 lönd, þau voru alltaf 6 þegar Bretland var inn í Evrópusambandinu, og 7 núna, að ef við tökum síðast aldarfjórðung, bara frá aldamótum, þá eru aðeins 4 ár þar sem allir 3 stofnar eru samkomulagi hjá öllum sem eru að vera stunda veiðar. Þannig að 21 ár einnig fleiri stofn í ósamkomulagi, og við getum sagt að þessi lönd sem umræðu, Grænland, Ísland, Færeyjar, Noregur, Bretland, Evrópusamband og Rússa. Á þessum tíma var Grænland með Danmörku. Já, einmitt. En við getum alveg held ég sagt, þetta eru rík lönd, þetta eru ríkar útgerðir sem stunda þessar veiðar, og þær ætti að setja að mínu viti fordæmi fyrir restina af heiminum. Já. En það ekki að ganga upp. Nei, það eins og segir, sko. Svo SFS alltaf að veiða yfir okkur strandveiðmönnum, sko. Ef það eru bætt í kvótan, þá dettur MSC-votturinn, en á hinni hendinni þá eru þeir að veiða, sko, óvotta. Mér langar samt að koma svolítið í Gísli, út að ég heyri það alveg, þú ert góður maður með gott hjarta. Ég svona, tel mig vera góð mannþekkjara. Takk fyrir það.
mér langar bara að segja að sko þegar að verða breytingar eins og í þessu tilfelli með trollveiðar Íslendinga og það er verið að færa trollið niður, eða sérst nær, að sko það er erfitt fyrir nonnan út í bæ að fara þessar krókaleiðir sko, þá ertu komið út í svolítið mikið bureaucracy sko. Og ég sendi ábendinguna, ég meina ég gerði það og sko ég hefði viljað bara, ég held að þið þurfið að fara í pínu naflaskoðun eftir þessa mynd sko, út af því að sko fyrir það fyrsta þá náttúrulega Áttu við myndir Ocean þá? Já, Ocean. Já. Að sko eins og með umhverfisstofnun, nei hérna fyrir ekki Hafrannsóknastofnun, að þeir ger ekki greiðannamun á því í hvað veiðarfæri fiskurinn er veiddur. Það ætti náttúrulega bara að vera hjá ykkur, ég hefði haldið það væri, þú kannski ferði það, segja við bara Fiskistofu, herru, við þurfum bara að fá umhverfismat á veiðarfæri. Jú, en það gerist raun undir prinsip 2 hjá okkur, sko, prinsip 1 er heildarveiðarnar og alla veiðarnar á öllum stofnunum, það er prinsip 1, svo prinsip 2, þá er hvert veiðarfæri metið með umhverfisáhrif, sko, með þessa staðla bæði með meðafla og habitat og þess áttar, þannig að hérna, ég skal bara glaður taka samtali við eftir þáttinn og halda því samtali áfram en eins og staðin er núna þá standast botntrolsveiðar eins og allar aðrar veiðar í Íslandi. Ég held að sé eiginlega ómögulegt að veiða þorsk á Íslandi öðru sem sé með C8, með þess að sjólstöngin er ein vottunareining sko og þannig en allt það er gott að skoða allt og eins og ég segi sko Nei, maður spyr sig að því sko þegar að liggja fyrir svona rannsóknir með 12 veiðarfæri að kannski 56% af því sem er fyrir framan trollið fer undir í ákveðnum árgöngum. Þetta er staðfest sko með myndbandi, þetta er norska og það Íslendingarnir tóku líka þátt í þessu sko. En er þetta ekki myndbandi sem var í sjónvarpi fyrir nokkur síðan og var borið undir Hafró og þeir tóku ekkert alltaf mikið undir þetta að svo lesa? Nei, þetta var partur af rannsókninni sem þeir tóku þátt í. Sko það sem er að gerast núna er að menn eru farinir að nota hérna þessa hálfmána og svo voru settir endar sko, það er ákveðið fyrirtæki sem voru að smíða stálslega sem voru settir undir og það er ekkert eftirlit með því og til dæmis eins og Hafrannsóknastofnun, hún segir bara þegar ég sendi fyrirspurnar á hvort að þeir var að fylgjast eitthvað með þessu. Þarna erum við að tala um stóra stálslega sem er að gera tilraunir með sko. Og það er bara, þú veist, það er engin lög sem að banna það, þú mátt setja hvað sem er undir trollið sko, á fiskilínuna. Og það er náttúrulega ekki nógu gott og að menn séu í tilraunastarfsemi, en það sem gerist sko, þeir eru líka með þessa hálfmána sem að annað fyrirtæki er að gera, þeir eru úr plasti eða sem gúmmíu sko og það er eitthvað búið að setja stálutan á og það er að skila sér mikið meiri fiski í trollið sko og hann segir einmitt, hann nefnir það einmitt sko að það sé eitthvað sem þið þurfa að skoða en mér svo fyndið sko að þið þurfa að skoða það náttúrulega gefur auga leið að þegar það var búið að gera þessa rannsókn og eins og þú nefnir að þá var haldið fundur þarna í Norræna húsinu og þá var einmitt verið að tala um þetta og þá sagði hann sko að skipti engu máli hvort að fiskur var svona undir eða til hliðar eða fyrir ofan trollið sko. Hver sagði það? Hvað heitir hann aftur? Einn fiskifræðingur. Eiríkur eitthvað, hann er hérna hann er veiðarfærasérfræðingur hjá Hafró og sko og svo kemur allt í hennu núna, nú er meiri fiskur að skila sér inn í trollið og þá er hann, það er eitthvað að skoða þetta sko og reglan hjá Fiskistofu er þannig þegar Hafrannsóknastofnunin þegar þeir eru að mæla hérna stofninn að þá sko, þú veist, þeir breyta ekki og þú er kannski oft heyrt að kemur, já, allt í hennu er hérna 5 ára fiskurinn hann að skila sér miklu meiri inn í trollið og þessi rannsókn í raun og veru sko útskýrir það er út af því að 47 cm fiskur að það er eins og hann segir, ég held að það hafi verið 48%, ekki 56 það eru nokkra rannsóknir þeir eru búin að vera hann fer undir trollið sko ég er með eina rannsókn hérna og þar er tekið til að í vestum tilfellunum að þá voru það 56% sem að fer undir einmitt, það er eitthvað meðaltal og það eru fleiri rannsóknir Jú, en sko þetta var yngsti sko hérna árgangurinn. Svo lagaðist það hlutfallslega eftir því sem að árgangarnir
eða raunverulega fiskurinn var stærri. Og sko Fiskistofa endurskoðar ekki útreikningana því að þeir eru með ákveðna vísindalega fitu sem að skilja Fiskistofa er ekki að skipta sér. Hafrannsóknastofnun. Þeir sko, við mitt fórum þarna, ég fór á sínu tíma til þeirra ásamt öðrum sem að voru, við sátum þarna fund. Hérna bara stendur þetta, hérna 56% samkvæmt þessari. Sko við fórum hann á fund og þá vorum við mitt að tala þessa reiknireglu út af því að sko það var ég held að það hafi verið 2 eða 3 ára fiskurinn sem var að skila sig meira inn í trollið sko og við vorum að spyrja ok, þið metið, nú bara stofninn búinn að stækka bara ykkur 40%. En þeir taka það ekki inn í myndina sko. Það bara þessi mæling sem að skiptir máli og svo eru þeir að reyna að mæla afföllin en það einhvern veginn eykst alltaf í staðið fyrir að draga saman og það sem er fyrst skrítnast við þetta núna á þessu ári að það var eins og sko í raun og veru þá hefur meðalþyngdin hefur lækkað sko og lækkað meðaltalið núna milli ára 20%. Hver þorskur á sama aldri. En stofnin svona sko, þú veist, þyngdarlega séð, þá erum við að tala sko, það ekki verið að mæla einstaklingana, heldur þyngdina, hvað mikið að þyngda fisk í sjónum sko. Sko, það gefur náttúrulega augalega þegar að þorskurinn farin að verða hungraður og hann farin að léttast sko, að þá of mikið á honum sko. Þannig að svona, já, þetta líka bara eins og með sko. En spila þá líka inn í ef það lítið á loðnu að þá minna að borða líka? Já, það einmitt líka sko. Og þá byrjar hann að éta undan sér og byrjar að éta sína litlu bræður sko. Og með flottróði sko. Og hefur verið að aukast mikið núna á þessu ári og reyndar í fyrra líka. Menn hafa verið að slæja stóran þorsk, 10 kílóa þorsk og það hafa verið upp í 4-5 smá þorskar í honum. En ég vil nú geta þess, Þórólfur, að Gísli Gíslason og forstjóri Hafrannsóknastofnunar, þeir eru nú fermingabræður frá Norðfirði. Þú tekur hann í gegn. Já, ég tar líka um það. Og hérna... Já, þú gafst mér hérna ágætis einhvern áðan að hérna og ég gef nákvæmlega sömu einhvern til Þorstein Sigurðssonar, sko. Já, förum við saman í þetta. En svona bara svo segjum þetta á léttunótum að þeir þekkjast, eru fermingabræður og þekkjast og hafa þekkst sjálfsagt alla ævi, það ekki? Jú, allavega það til mynd af okkur í fyrsta bekk í barnaskóla, sko. Það er ekki, maður á ekki sko á ekki að persónu gera þetta. Breytir ekkert efnisniðurstöðum sko starfsemi Hafrannsóknastofnunar eða neitt slíkt. Við hefðum kannski þurft að hafa hér einn fiskifræðing frá Hafrannsóknastofnunar með okkur til þess að fara í þessi atriði sem við erum búin að vera með dálítið af fiskifræðingum hérna hjá mér í þáttum. Bæði var Þorsteinn einu sinni hérna í þætti hjá mér og svo senda hann annan í annað skipti, vistfræðing eða fiskifræðing. Og síðan hafa Jón Kristjánsson fiskifræðingur og Magnús Þór fiskifræðingur. Hann hefur komið hérna líka og svo hefur Sigurjón Þórðarsson sem er líffræðingur. Þeir hafa allir komið hérna í þætti og einhverju fleiri, ef ég mann rétt, sem eru að hugsa í líffræði og fiskifræði. Sem mjög gott, þannig að ég held að umræðum þetta færa okkur alltaf fram á veginn. Ég held að öll svona umræða opni augu manna að það megi gera hlutina að einhverju leyti öðruvísi og nú kemur þú sem ert fulltrúi skoðunarstofu og vottunarsamtaka og þú leggur blessun þína yfir í rauninni alla aðferðafræðina sem við erum að nota hérna. Já, vottunarstofan að taka út samkvæmt staðlinum og þær meta þannig að það veiða på standi staðlinum. Þess vegna er það gott fyrir okkur, Gísli, fyrir menn sem eru að hugsa þessa hluti og tala þessa hluti, að við áttum okkur á því hvernig vottunarstofunar vinna. Hvað markmið þeirra, hvað eru þeir að reyna að ná fram. Sjálfsagt vildu vottunarstofur gera betur og meira og jafnvel láta til sín taka á fleiri
sviðum heldur þið eruð að gera. En fyrst þú ert að tala vottunarstofu, þá ætla ég að spyrja þig, hvað kostar fyrir Þórólf Dagsson ef hann ætlar að fá vottorð hjá þér? Fyrir grásleppu eða eitthvað sem hann ætlar að veiða? Ég held ég geti svara því fyrir hann sem eigandi báts þá þarf það ekki að kosta neitt vegna þess að það var stofnað félagsskapur hér á landi sem heitir Icelandic Sustainable Fisheries, ESF, og hefur heimasíðu esf.is og þeir kaupa alla fiskveiðivottanir hér á Íslandi og það er þá skilgreint fiskveiðivottunum eign þannig að til að það sé hægt að selja fisk úr landi sem MSC þá verður að vera aðilað í ESF sem annarkvort veiðir hann, vinnur hann eða selur hann. Þess að þeir eru búin að borga inn í kerfið. Já. En hvað þarf hann að borga inn í kerfið? Sko, ég man ekki alveg, það eru 65 meðlimir þar sem borga eitthvað visst mánaðargjald sem hefur þó verið að lækka, sko. Já. Og kostnaðurinn verið að minnka vegna sko, þegar þú ert að færa nýja tegundir inn, þá er sko mestu kostnaður í upphafi, svo viðhaldskostnaður minni. En það er oft talað að til að fá veiðar vottaðar þá sé maður að tala einhvers staðar milli 50.000 evrur til 200.000 evrur. Þetta er dýrt, en ég segi alltaf í öllu bókhaldi eru bæði debet og kredit og það að sjávarútvegur í vestræna heimi sérstaklega og víðar sækir það stíft í þetta að þá er jú það kostnaður en það er líka verðmæti í markaðsaðgangi og samþykki út á markaði sem gerir það verkum að mönnum finnst þetta þá frekar vera ég segi þetta sé frekar þá fjárfestinga en útgjöld. Já, en engan síður þarf sá sem veiðir fiskinn að borga fyrir þessa markas að fá þetta vottorð. Nei, sko... Eða sá sem vinnur hann einhver staðar í keðjunni er borgað fyrir þetta. Já, það er það og ég er ekki man ekki alveg hvað... Ég heyrði sögu núna daginn að það væri 0,2% af aflaverðmæti sem færu í vottunargjöld. Já, ég er ekki alveg með þá... Það er náttúrulega að það kemur frystitogar í land með 500 milljónir í aflaverðmæti. Það er sko... Það var einu sinni þannig að hver meðlimur í ESF borga held 100.000 á mánuði í meðlimsgjald, sko. Já. Erum við ekki að kíkja á myndbandi svo við missum ekki að því? Jú. En þetta eru skemmtilegar og þarfar umræður. En ég fæ upptökustjóran til þess að spila fyrir okkur eitt vídeo. Já, vantar talið sko. Hann segir þarna að nýtingarprósentan verða að vera rétt sko. Og þetta er afskurapanna, sumir eru umhverfisvænir en aðrir og er að taka þetta úr plastinu sko og kössunum en aðrir henda þessu bara svona með kössunum í sjóin sko. Og ég veit að menn voru ekki ánægðir með að vera sendir í þetta verkefni á sínu tíma sko. Og eru þeir að henda fisk í sjóin í þessu tilfelli? Það sem er að gerast þarna er að það er nýtingarprósenta um borð í togurunum og þannig voru menn komni sko fram yfir og ég náttúrulega var á togara og það var þannig að matsmaðurinn hann fekk sem sagt ef að nýtingarprósenta hlutfalli var ekki nógu gott að þá sem sagt var tekin önnur pröfa sko. Þeir eru svona minna farnir að fylgjast með þessu hjá Fiskistofu sko sem er ekki nógu gott en þetta er eiginlega sko það sem að maður hefur áhyggjur af einmitt með og það sem mér finnst sko vera svona að bregðast í þessum vottunargeira er einmitt þetta að sko en það er þetta viðbragð. En vottunargeiri ef að skip missir veiðileyfi fyrir ég vil skulu segja bara vera tekin fyrir brottkast eða framhjólöndun eða eitthvað hvað þýðir það? Hvað segir vottunarstofan við því? Þá ef aflinn ef að
Það eru nokkur dæmi til ef það. skip missi veiðileyfi þá þá landar hann náttúrulega ekki afla Ekki á meðan, en aflinn fyrir og eftir. Já, sko, það í landi aflinn fyrir náttúrulega þá væntanlega löngu farin á markað undir vottuna sem vottar afli en það að skip séu þá tekin og sem svist veiðileyfi það kannski oft staðfestir að eftirlitskerfi sé að einhverju leyti virt. Mér langar svolítið að fara Grétar yfir þetta því að þetta svolítið mikilvægt sko út af því að sko athugaðu það að það var gerð skýrsla 2018 og þetta mitt sko, nú erum við búin að sjá það kemur þessi skýrsla frá Noregi sem að talar að fiskurinn sé að fara undir og 2018? Já, ok. Svo, nei, ekki þessi sko þessi síðan 2022 Já, okay. En sko skýrsla, það var gerð skýrsla átt að koma, hún manns kannski eftir þessu átt að fara að koma með allan aflan í land og vinnan í landi Já. Og það var það var sett saman svona starfshópur og starfshópurinn hann fer að athuga hvað þurfi til þess að þú veist hvað við getum grætt mikið á því að koma með allan fiskinn í land. Og það sem kom upp úr því sko var að við vorum eiginlega að flytja út meira af unnum fisk heldur en að tekinu upp úr sjó. Og í þessari skýrslu þá viðauki það sem að nefndamenn fóru fram á það að Hagstofan myndi láta að hafa sundurliðað hvað menn væru að flytja út af unnum fisk og hvað þið væru að taka upp úr sjó svo þið getur borið saman. Og það náttúrulega leiðinlegar upplýsingar sko. Skatturinn hefur aðgang að þessu og með þetta allt skráð því að það erfiðara fyrir menn þegar þeir eru að flytja út fisk að sko falsa útflutningstöluna því að þá eru þau náttúrulega bara teknir úti sko. En þetta ekki nógu strangt og ég get alveg sagt það, ég búinn að taka þátt í því sko linnulaust og oft bara þegar ég var að starfa sko fyrir aðra eins og þú veist taka tappan úr körunum þegar að vera að landa öllum sjó hleypt af körunum og allt saman 20-30% ís ég meiri segja sko í fyrra þegar ég var að byrja með bátinn minn þá var ég að landa í ákveðinni fiskvinnslu og það var bara 46% ís svo kemur Fiskistofa og mælir og þá datt það niður í 21 svo fer Fiskistofa og þá fer það 36 og svo aftur upp í 40 og ég hringdi og spurði þið komið og mældu og býtu hvað ísprósentar ríkur bara upp aftur og já það bara lítið sem við getum gert sko og þessi sko það margir aðilar búin að missa sko vigtunarleyfi aftur og aftur en komast alltaf áfram einhvern veginn og sko þú verður að það ef ég að kaupa fisk út í búð og ég vil ganga úr skuggum það að hann sé umhverfis eða þú veist, hann sé, vottaður skilurðu, að það náttúrulega mikilvægt að vottunarsstöðin sé sko með góða yfirsýn yfir hvað að gerast. Ég meina þeir eru að taka einn hellingspening fyrir þetta vottunarstar heyri ég sko og það ætti nú sko, það ekki nóg að segja bara að vera að senda pósthanga sko, þið verður líka svolítið að fylgjast með sko. Ég held líka bara hættan sú að fólk missir trú á þessu og eins og við erum búin að vera að tala núna til dæmis þeir sem eru á strandveiðum og líka bara þeir sem eru að veiða á króka að sko við erum að fara alvarlega að íhuga það að reyna einhvern veginn að finna og þá kannski kemur þú með í það maður, ný vinna að votta krókafisk, skilurðu og við vitum það bara þegar að saltfiskurinn, þegar það var að flytja út saltfiskinn þá voru menn að tróða pólifosfat já, og líka bara fiski sem var ekkert af sama gæðaflokki með, skilurðu og við bara höfum miklar áhyggjur af því til dæmis að út af því að eftirlitið bara ekki nógu gott að menn séu að pota fiski sem ekki krókavittur, skilurðu, og selja hann út af því að þú náttúrulega veist að það eru konum vottunarstaðlar úti og þú verður að láta neytanda vita í hvað veiðarfæri fiskurinn er vittur og þú veist, hver að fylgjast með því? Það ekkert mál fyrir einhvern að kaupa bara að markaði fisk og vinna svo bara hellinga fiski í krókafisk og senda hann út og ég meina þú veist seljan sem krókafisk sko, MSC vottaður krókafiskur og flott en þá kaupandi kannski ekki að kaupa krókafisk skilur og þetta það þú veist fólkið í sem sagt kaupandinn að missa trúna á þessu út af því að það ekki verið að taka nógu hart á þessu ég ekki sko ég gerir mig grein núna Ósjón myndin sem Attenborough stóð fyrir eða var þáttakandi í að gera að hún
segir þetta og það var reyndar önnur mynd sem að Kjartan Sveinsson hérna sem formaður landssamband strandveiðisjómanna eða ekki landssamband heldur formaður strandveiðisjómanna, hann sagði að það væri orðið í Bretlandi, hann býr þar alla yfir vetratíman, og hann segir það að það sé 20% hærra verð fyrir krókaveitan fisk í Bretlandi heldur en fyrir togarafisk. Það var gerð rannsókn, 15% hærra á ísunni. Já, norðmenn gerðu rannsókn semst í smávöruverslun hérna í Bretlandi fyrir nokkrum árum. Já. Og hérna það sem var fiskur sem var línuveittur. Já. Og svo var fiskur sem vörur sem voru MSC-merktar, og þetta var þá á þeim tíma það sem voru þá sambærilegar vörur, línuveittur, ekki línuveittur, MSC og ekki MSC sko. Og menn voru þá að með minna að mæla svona 10-15% verðmun út úr búð sko, bæði þá MSC annars vegar og svo línuveitum hins vegar sko. Þannig að það kannski líka bara verkefni fyrir sjávarútveginn í heild að selja betur krókafisk út á markaði sko. Já, ég meina það virðist vera í dag að krókafiskur sé metinn hærra heldur en togarafiskur og jafnvel netafiskur. Og sko það tvennt í þessu með markaðinn. Það er annars vegar hvort það sé verðmunur sko á endanum sko. Já. En þetta er líka spurning kannski oft markaðsaðgang sko. Ef þú hefur þetta ekki, þá farið ekki markaðsaðgang sko. Nei. En mér langar samt aðeins að bregðast við sko að fólk sé að missa trúna á vottunarkerfum við allavega upplifum það sko. Ég menna það er ekkert kerfi fullkomið og menn þurfa alltaf að alveg sami hvað geira þú menn þurfa alltaf að vera að bæta sig sko, annars staðnar maður og lendir út fyrir. En við finnum frekar, ef við erum með 15%, 15-20% heimsveiðin í MSC-kerfinu, við finnum frekar að það vaxandi eftirspurn, við fáum vaxandi athugasemdir úrbætur og við reynum að bregðast við þeim, þannig að okkur finnst það frekar vera að vaksa ásmegin frekar en hitt að það sé krafa eftir svona en það breytir ekki því allt, það er ekkert fullkomið og við erum alltaf opnið fyrir samtalum að gera betur. Hérna forvitni, ég held ég sé nú búin að tala það einhvern tíma við þig, hver í forsvari fyrir MSC? Sá sem hefur verið forstjóri frá því 2004 er Breti sem heitir Rupert House. Og þegar hann tók við MSC, hann hefur sagt það að þá voru held ég hvort á 14-15 mann sem störfuðu hjá MSC. Hann átti pening held ég til að reka apparati 3-4 mánuði og eitthvað svona nokkra mánuði, ég man ekki akkurat mánaðartöluna. Þannig að það var bara spurning sko hvort að apparati myndi lifa þá eða ekki. Í dag starfa tæplega 300 manns hjá MSC. Út allan heim, í öllum byggðum heimsálfum. Við erum með skrifstofu hvort sem við Kína, Japan eða Norður- og Suður-Ameríku og þess áttar. Og þetta er starfsemi okkar dálítið breytilega eftir svæðum. Semst, til þess að ég hér á Íslandi með Norður-Atlantshafið. Hvað eru margir að vinna við þetta hérna á Íslandi? Við erum 2 hér á Íslandi og svo eru 2 í Noregi. Mitt svæði er raunin Grænland, Ísland, Færeyjar og Noregur. Það er þitt svæði. Já. En er ekki einhver Íslendingur yfir þessum hérna á Íslandi? Nei, svo er það sko fiskveiði umsækjandinn, sá félagið sem eru 65 meðlimir í sem að sækir og gerir samningi við vottunarstofana. Það er Icelandic Sustainable Fisheries sem hefur að mestu frumkvæði verið rekið af útflutningsfyrirtækjum. Og hérna sá sem hefur verið framkvæmdastjóri lengst af þar er Kristinn Hjálmarsson og hefur gert það miklu myndabrag. Og hérna og það eru 2 sem að Kristinn Hjálmarsson. Já. Og hérna líka öðlingspiltur, get alveg staðfesta. Og hérna þeir eru þeir sem gera samningarna með vottunarstofana. Hvað atvinnustundar þessi Kristinn? Og hann er framkvæmdastjóri í ISF. ISF Icelandic Sustainable Fisheries sem er félagskapur sem að kaupir MSC-vottunar á Íslandi. Já. Það er mikilvægt, sko varðandi tekjurnar og varðandi vottunar sjálfa, að MSC hefur enga tekjur af vottunni.
Þú veist, þegar ESF eða annað fiskveiðumsækjandi kaupir MSC-vottun. Var ekki einhver frá Granda sem var í stjórn? Jú, og svo Kristján Davíðsson sem er stjórnarformaður Granda. Já, hann er stjórnarformaður. Brím heitir það í dag. Já. Og hérna, hann er í aðalstjórn MSC. Já, ellendis. Í Borð og Trausti. Hann er fyrirverandi forstjóri HB Granda. En það er mikilvægt að sko, tekjur MSC lengst af framan af... Kristján Davíðsson. Já, TH Davíðsson. En það sem við vildum kannski botna var að tekjur MSC kom ekki af vottunum sjálfur. Tekjurna kom ef einhver vil setja logoð á neytendavöruna. Já. Það fáum við sko logo fyrir það. Það er okkar tekjur. En lengst af framan af, þá voru okkar tekjur styrkir frá einum ýmsu góðgerðarsamtöku sem að styrkta okkur alveg þar til að við fórum að vera sjálfbjarga á eigið fé. Já. Mér langar samt sko aðeins að skjóta þér, Gísli, sko eins og þetta sem þú heyrir og það sem ég er að tala um. Þú veist, með þetta með ísprósentuna og nýtingaprósentuna og þessa skýrslu. Já. Og sko, þú veist, þú veist, þarf ekki að bregðast eitthvað við þessu því að sko, ég veit það til dæmis eins og hérna verðast og skiptaverð, lögfræðingurinn þar, hann er búinn að vera að reyna að fá aðganga að hérna sölutölunum og upplýsingunum frá hérna skattinum varðandi útflutning á fiski. Já. Og það var eiginlega fest í lög á sínu tíma sko að þeir fengju aðgang að því sko. En þeir fá einhvern veginn ekki aðgang að því, það er alltaf verið að berjast gegn því sko. Og þú veist í ljósi þess, ég meina sko SFS þeir hanga yfir okkur og þeir hóta því og segja við okkur sem að erum að róa krókaveiðunum að það er bætt í strandveiðikerfið þá bara missir Ísland MSC-vottunina. Og þú veist og þeir eru að haga, þú veist, það eru margir þarna inni sem eru að haga sig með þessum hætti sko, er að koma í veg fyrir það. Þessar upplýsingar ætti að vera aðgengar að einhverju leyti því að náttúrulega það er almenningur sem að sko er náttúrulega besti í raun og vera eftirlitsaðilinn, skilur við. Eins og þið eru að biðja að fá þetta sent inn sko, en bara, þú veist, fólk einhvern veginn hefur bara svo takmarkaðan tíma í dag og það þarf að vera sko, þið þyrftu, mér finnst sko, ég hef áhyggjur af því að fólk missi trú á þessu og sérstaklega eftir þessa mynd sko, það verður eitthvað að gerast, það verður að vera eitthvað breyting á sko, því annars erum við bara í vondum málum, við erum að veiða 80% held ég af öllum fisklum okkar í troll og náttúrulega komið með flóttrólið sem er bara, þú veist, ætti bara það á ekki að vera vottað sko. Áttu við það á Íslandi eða? Já, á Íslandi. Já, þessi í flóttról og bottról? Já, flóttrólsveiðarnar, þær eru komnar á fullt sko. Já. Og líka þetta sko, þegar Svandís opnar í raun og veru á það að þessir togarar undir 29 metrum fari inn fyrir, sem sagt, eru komnir 3 mílur frá landi, að það komið svolítið á óvart sko, að það væri ekki tekið til gaggerrar skoðunar. Og hérna, ég misti svolítið trúna á þessu sko. Okay, skil. En ég sé það, þú ert heilstiftur og það er mikilvægt að fólk eins og við séum til þess að grípa í spottana þegar að losna tauminn sko. Það er margt sem að mér hefur fundist til fyrirmyndar hjá MSC og þetta er ekkert fullkomið innan þeirra en MSC er svona fjölhagsmunasamtök, það sem að umhverfissamtök, iðnaðar, vísindamenn og ýmis sjónarmið koma saman, þetta verður svona suðupottur og ólíku sjónarmiðum og þegar við erum þá að vinna að úrbótum eða einhverju sko, þá er grundvallar atriði að maður hafi respekt eða virðingu fyrir andstæðum sjónarmiðum. Það getur alveg vera ósammála, það er ekkert að því að vera ósammála, en hafa respekt og ræða það efnislega áfram og svo er þá einhver ákvörðunarferill sem ákveður niðurstöðuna, en hérna og eins og ég segi, það er ekkert kerfi skotelt, en varðandi vídeó sem þú varst að sýna, mér langar að spyrja, hvað er það gamalt? Það sem ég sá umbúðna sem voru þarna, þar voru merkta með SH, sko, ég er búin að vera leik í bransanum og vann hér Sölumiðstöð hraðfrystúsan í gamla dag sem var svo Icelandic Group sem er ekki til lengur. Þannig að ég velti fyrir mig, sko, er þetta ekki dálítið gamalt vídeo? Þetta brot er nýfyrnt, sko. Nýfyrnt? Já, hittir akkurat á réttan tíma. Og hvað áttu með nýfyrnt? Já, það er ekki hægt að kæra mennina sem þarna eru. Já. Það er alltaf, og það er svo mikið það, sko, útgerðin beri fyrir sig í raun og veru
sko áhöfnina og skipstjóran þegar að þeir í raun og veru eru aðilarnir sem stýra þessu sko. Já. En þú segir fint það orðið eldra en 12 ára það svolítið? Nei, það ekki talað 5 ára. Já, en einhvern veginn ímyndið mér að þetta hljóta að vera eldra þess að sko ég held að mikið hafa mér átt á gömlum umbúðum en menn voru fyrir 5 árum að nota SA-umbúðir sko. Já, þetta samt sko, þú voru aðtöða það vita þetta allir hérna. Þetta bara eitthvað sem að, þú getur spurt hvaða matsmann sem er að vinna borð í togara, hvernig það er þegar að vera að taka pröfunar og þeir eru ekkert ánægðir með það, skilurðu, en þeir hafa náttúrulega lítið vald þess að bregðast við því að sko, þú veist, nýtingaprósentan í Noregi til dæmis og í Danmörku, hún er tiltölulega föst, skilurðu. Hérna eru menn einhvern veginn á að vinna sig upp í nýtingu, sko, og þá er verið að falsa tölurnar einmitt með þessu, skilurðu. Þetta er ekkert eitthvað, þú veist, þetta er margt smátt gerir eitt stórt. Þannig að þú viltur rauninni meina út af ýmsu svona trikki, þá er fiskveiðið dánatalan lægri heldur en hún raunverulega er? Já, það bara gefur auga leið að þegar að kemur skýrsla sem að segir að það sé verið að flytja út meira af unnum fisk heldur en kemur upp úr sjó, þá er búið að taka birgðastöð og allt, þetta er áður en laxeldi var eitthvað stærð hérna á sínu tíma, að þú veist, þá ættu að hringja einhverja viðvörunarbjöllu, sko. Og þetta er, sko, þetta lyktar rosalega mikið af spillingu, bara að það er einhvern veginn þessu stungi undir stól, sko. Og þú veist, það er þegjandi samkomulag einhvern veginn það bara að þetta fái að rúlla svona áfram. Og þú veist, jú, margir eru búin að taka sig á í þessu, það eru útgerðir sem eru sem sagt þú veist, eru hættar þessu, en sumar er ennþá að stunda þetta, sko. Og það... Hversu víðtækt heldur þetta sé? Sko, einhvern tíðan var málsáttur í Ísland að fyllibituna kom óvarð og brennivínið, sko. Þær gera það. Þannig að hvað telur þú að þetta sé útbreitt þá? Sko, allur íslenski togveiðiflotinn var með sama Excel-skjalið. Og Excel-skjalið sem að vera að nota, að þar er bara, þú veist, svona rauður gluggi sem að byrja að blikka ef að menn voru komnir fram yfir í afskurði. Og ég get alveg sagt það til dæmis bara eins og með undirmálsfiskinn, sko. Og það er bara, þú veist, þegar ég var á trolli, og það er bara ennþann dag í dag, og þá eru menn að kalla niður, sko, við ætlum að heyra þetta mikið undirmáli núna, skilja. Þú veist, það er bara ákveðið magn. Restin fer bara í sjóinn, sko. Og það hefur bara brottkast. Já, það hefur voðalega lítið breyst, sko. En strákar, við erum búin að vera að spjalla hérna, ég verða klukkutíma. Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum, Þórólfur? Ég er bara að spyrja Gísla hvort spurja hann þegar hann fór og sá myndina og líka bara svona í ljósi upplýsingarna sem að koma og þú veist hvort að hún renni ekki blóð til skyldunar og er ekki komið tími á að svona, já, taka þetta svolítið föstum tökum, það er ekki að laga þetta, þurfi ekki að vera svolítið harðari. Það getur verið, þetta er allt saman efni til umræðu og ég held að öll umræða sé einu góð og líka þessi mynd en menn skulle líka hafa það, ég veit ekki hvort gerum grein fyrir hvað stórt hluta af heimsögunum og botni heimsafana sem er í sambandi eða kontakt við botntról. Það er sko, það er áætlað að það sé 5% af öllum heimsögunum, sko, á botninum og 20% af sko landgrunnsbotninum sé í sambandi við botntról. En það breytir ekki því að við eigum að fara vel með okkar umhverfi og sú umræða og sú skoðun vex bara ásmegin og þess vegna held ég að svona kerfi eins og okkar hefur líka verið að vaxa ásmegin þess að við erum að taka mjög flókin skilaboð og setja til einfaldan búning til neytenda þannig að trúveruleiki er það sem að við byggjum allt okkar á og við erum alltaf opnir til þess að ræða málunum betur og bætur, hvernig það má betur fara og talandum þetta semst brottkast og annað að eitt af því sem hefur verið stór umræða í staðlinum hvað á að vera mikið hlutfall af eftirlitsmönnum á borð, samkvæmt staðlinum. Og sumir vilja meina að þú ætti að hafa eitthvað ákveðið hlutfall af því, aðri vilja meina að þú ætti að setja sönnunargildi á útgerðina. Hún getur að setja myndavélar til að sanna þetta eitthvað svoleiðis, sko. Það var ekki vitlaust. Þannig að þetta er í umræðinni og ég er alveg viss um það ef við hittumst hérna eftir 5 ára, 10 ára, þá verður heimurinn allt öðru sem er í dag. Það er ekki ólíklegt að þetta muni allt eitthvað breytast inn í framtíðinu en ég þakka ykkur fyrir, drengir.
Má hann ekki spyrja mig létta spurningu líka? Nei, hann fær ekkert að spyrja því. Það verður einhver vitleysa. Ég vil bara þakka fyrir að fá að vera hérna með ykkur. Það er bara algjör forréttindi að fá að sitja hér og spjalla við ykkur um málefni sem er okkur svo kært. Við eigum kannski eftir að spjalla betur saman seinna einhvern tímann. Segjum það og takk fyrir okkur í dag. Og ég þakka tæknistjórunum fyrir upptökuna.